Þá komið að því að við ætlum að fjalla félagslegt atferli og þar á meðal þessi skemu. Allt það sem ég að tala í dag í þessum litla bæklingi eða grein eða hvað við að kalla þetta sem inn á innu. Félagslegt atferli þá, það sem við ætlum að fjalla þessi skemu, eða skema. Það vitneskju vinnslan, það information processing, álitsmyndun og frumhrifin. Hvað felst í þessu? Hvernig mótast álit okkar á öðru fólki og hvers vegna hegða fólk sér eins og raun ber vitni? Þetta mjög athyglisvert vegna þess að við erum með ákveðnar skoðanir alltaf í huganum, en hvers vegna erum við með það? Ef við lítum á dæmi og við heyrum hann Jón Jónsson sem 50 sjómaður frá Grindavík, hvað dettur okkur þá í hug? Hvaða eiginleikar koma upp í hugan þegar maður heyrir þessa eða les þessa setningu? Reynið að koma með einhverja lýsingu fyrir ykkur sjálf hvað ykkur dettur í hug. Okkur dettur kannski í hug að hann sé harður, hann sé duglegur, lokaður, hraustur, þetta drykkjumaður, þetta maður með húðflúr. Hvað fleira gæti manni dottið í hug, eða kannski ekki neitt af þessu. En þetta dæmi þessi skemu. Ef við horfum líka tilbaka og förum aðeins yfir hópverkefni sem við gerðum í lotu 1, þar sem vorum við myndirnar 3 og byggum til svona smá fréttir myndirnar. Fyrsta lagi voru það myndir af 3 eða 4 gaurum sem virtust vera út úr heiminum eða ekki. Svo vorum við myndir af stúlku með sítljóst hár og svo vorum við með mynd af manni sem var í kubli og virtist vera svona frá Austurlöndum. Og við spáum í því hvaða lýsingar komu fram þessa einstaklinga, bar hópunum saman, var eitthvað sameiginlegt með lýsingunum frá hópunum. Og af hverju komu þessa tiltekna lýsingar, af hverju kom ekki eitthvað allt annað og á hverju byggja þær? Þær byggja allar á einhverju sem við erum með í höfðinu þegar við lítum á. Í þessu tilfelli þurfti að sameina, af því þetta voru ekki einstaklingsverkefni, heldur þurfti að sameina með hinum sem voru í hópnum hvað þeim fannst myndirnar. Þannig að skemun okkar, þarna vorum við að búa okkur til eitthvað svona sameiginlegt. Dæmi svona skemu gætu verið til dæmis jólaskemu, hvað dettur okkur í hug þegar við heyrum jólin, stefnumótaskema, enski boltinn, skema karlmenn frá Skotlandi, hvað dettur okkur í hug þegar við heyrum skoska karlmenn? Er það pils? Er það þessi ekki í neinu undir pilsinu? Hvað fleira gætu okkur dottið í hug? Kastalar, skema lagateksta, skema mömmu, við erum ekki öll með sömu hugmyndinu hvað mamma, skema leikara. Það svona ýmislegt. Og það vert að benda á eitt áður fyrir lengra. Skemu eru ekki 100% sannleikur veruleikan. Og það hætta á alls konar alhæfingum og fordómum vegna þess að við erum að búa eitthvað til í huganum okkar. Ég veit til dæmis að leikarar eru mjög ólíkir einstaklingar, en þegar ég hugsa skema mitt fyrir leikara væri kannski að þetta séu menn eða fólk sem vilji sýna sig og hafi gaman að því sem athyglisíki og eitthvað svoleiðis. En ég veit samt að það það ekki þannig. Að þetta getur verið alls konar fólk. Svo þessi félagslega vitneskju vinnsla. Skynjun og minningar okkar á heiminum eru oftar en ekki skipulagðar og ummyndaðar með tilliti til persónulega reynslu, eðlilega. Og þessar minningar eða skipulagskassar í huganum hjá okkur, það það sem við köllum skemu. Þetta því skipulögð heild athafna eða hugsana sem tekur til þekkingar einstaklingsins á tilteknu sviði og geymd í langtímaminninu. Stundum engin þekking til staðar. Stundum erum við bara búin að mynda okkur eitthvað skoðun á eitthvað sem við höfum lesið eða heyrt eða eitthvað. Við höfum svo sem enga persónulega vitneskju það. Þegar svo komin ný gögn eða upplýsingar sem eru borin saman við eldri skemi í minningunni, þá fer í gang eitthvað sem kallast skematísk vitneskjuvinnsla eða schematic information processing. Skipulega þessari úrvinnslu upplýsingana hjálpar okkur til að muna rosalegt magn af upplýsingum og þetta nær 100% ósjálfrátt og við verðum ekki vör við þetta, heldur sér bara heilabúið að þetta fari í gang. Skemu og skematísk vitneskjuvinnsla auðvelda alla úrvinnslu hugans á félagslegum upplýsingum, þar sem við sjáum. En leið þetta ferli mikil einföldun á raunveruleikanum og veldur mjög oft skekkju. Við fáum rangar upplýsingar. Og hver kannast ekki við það að þola ekki einhverja persónu við fyrstu kynni en síðan breytist svo skoðun. Og þessi fyrstu kynni getur verið að við höfum heyrt eitthvað
viðkomandi mannesku frá einhverjum öðrum, þannig við erum búin að mynda okkur skoðun. Síðan hittum við viðkomandi og þá eigum við svolítið erfiðleikum með staðsetja hann vegna þess að viðkomandi ekki eins og okkur, það var búið að segja okkur. Getur komið með dæmi að það stúlka úr Vestló sem kynnt fyrir þér og þú segir með sjálfur hún svo merkileg og hún talar ekki við neitin og eitthvað svoleiðis. Síðan kemur í ljós að hún mjög viðkomuleg en hún mjög feimin. Og þegar við kynnumst tiltekinni mannesku þá verður til nýtt og nákvæmt skema hana. Hún ekki lengur stelpa úr Vestló, heldur þetta Dóra 5 úr Vestló. Þannig við breytum upplýsingunum. Það sem við höfum alhæft einstaklingin til að byrja með, að það verður aðeins öðruvísi. Og fólk, eða skema fólk með ákveðna eiginleika kallað frumgerðir eða prototype. Og þá erum við að tala greinda einstaklinga, hverjir eru það? Latir einstaklingar, heiðalegir einstaklingar, siðblindir, smámunasamir. Við búum okkur til einhverja mynd af þessu fólki. Þegar við myndum okkur skoðun á öðrum manneskum, notum við skemu hugans við að skipuleggja atriðin. Og það oft gott að bera saman eiginleika annara við okkar eigin sjálfskemu til að muna eiginleika þeirra. Og svo til nokkuð sem heitir, þetta fjallar sjálfsþekking og sjálfsvörn, það above average effect. Og það var gerð rannsókn í Bandaríkjunum, í bandarískum high school og það var 1 milljón þáttakanda. Og þeir voru þessi krakkar voru látið meta sína eigin leiðtogahæfileika og samskiptahæfni. 28% sögðust vera í meðalagi en 70% sögðust vera fyrir ofan meðaltalið. Þeir voru látnir meta sitt eigið, það var above average. Allir þáttakandur töldu samskiptahæfileika sína fyrir ofan meðaltal. 60% töldu sig verið í topp 10. Í íþróttahæfileikum töldu 34% sig vera miðlungshæfileikarík en 60% töldu sig vera yfir meðaltalinu. Og hvað það sem að gerast hérna? Akkur allir svona háir? Partur af skýringun hvernig við leitum í minninu. Og minnisleitin fer sjálfkrafa í að leita jákvæðum dæmum úr lífinu okkar. Við drögum ekki bara fram það neikvæða, við förum, tilhneigingin að finna eitthvað sem jákvætt við mig sjálfa. Og þetta það sem við getum kallað líka self-serving bias eða eiginhagsmunaskekkja. Og þá afsökum við, eða ég veit ekki hvort við kalla það afsökun, við segjum ákveðnu hluti stafi, við afsökum það sem að gerast, já. Velgengni stafar þannig á hæfileikum en mistökin alltaf af ytri þáttum. Það ekki út af mínum hæfileikum eða mínu hæfileikaskorti. Ef mér gengur illa á prófi, þá var prófið ósangjart eða kennarinn var lélegur. Ef mér gengur vel á prófinu, þá það því ég var svo klár. Og self-serving bias, þessi eiginhagsmunaskekkja, hún á sér líka stað í tengslu við hópa sem við tilheyrum. Ef hópurinn sem ég tilheyri gengur illa, þá það vegna ytri aðstána. Það slæmi dómari. En ef það gengur vel, þá það því liðið svo gott. Og við þekkjum þetta til dæmis allt úr íþróttunum. Og svo það sjálfsþekking og sjálfsvörn. Það hugtak sem heitir self-handicapping. Og sumir einstaklingar búa til hindrun fyrir eigin framistöðu. Og hvað meinar með því? Jú, með þessu geta þeir sagt að ef það verða til mistök eða verða mistök, að þá sé það út af þessari hindrun. Einstaklingur sem til dæmis, mér hræddur við að falla á prófi, eyðir tíma í sjónvarpsáhorf, af því þá hefur hann afsökun ef hann skildi falla og getur sagt, ég las ekki til ég var að horfa á sjónvarpið. Þannig ég búin að búa til ákveðna hindrun. Svo hérna sagan sem í hérna lesefninu og hún var lögð svona fyrir 2 hópa. Þetta sagan að Steina. Steini fór að heiman til að kaupa ritföng. Hann gekk út í sólskinni ásamt 2 vinum sínum og hélt sólarmegi niður eftir götunni. Steini gekk inn í bókabúðina en það reyndist margt manninn. Hann rappaði kunningja sína meðan hann beið eftir afgreiðslu. Á leiðinni mætti hann stúlku sem hann hefði verið kynntur fyrir kvöldið áður. Þau töluðu saman stuttastund og eftir samtalið hélt hann áfram í skólan. Eftir að skóla lauk fór Steini einn út úr skólastofunni. Hann fór úr skólanum og lagði af stað sína löngu göngu heim. Úti var skínandi sól. Steini gekk skuggamegin upp eftir götunni. Hann sá laglegu stúlkuna sem hann hafði hitt kvöldið áður kom eftir götunni á móti sér. Steini fór yfir götuna og inn í sjoppu. Hún var yfirfull af krökkum en hann sá fákunnuleg andlit.
Hann beið þar til hann náði sambandi við afgreiðslumanninn og sagðist vilja kók. Hann settist á koll við hliðarborðið og drakk úr flöskunni. Eftir að hafa lokið við drykkin fór hann heim. Þá það hópur 2, eða hvernig þetta var lagt fyrir hóp 2. Eftir að skóla lauk fór Steini einn út úr skólastofunni. Hann fór út úr skólanum og lagði af stað sína löngu göngu heim. Úti var skínandi sól. Steini gekk skuggamegin upp eftir götunni. Hann sá laglegu stúlkuna sem hann hafði hitt kvöldið áður kom eftir götunni á móti sér. Steini fór yfir götun og inn í sjoppu. Hún var yfirfull af krökkum en hann sá fákunnuleg andlit. Hann beið þar til hann náði sambandi við afgreiðslumanninn og sagðist vilja kók. Hann settist á koll við hliðarborðið og drakk úr flöskunni. Eftir að hafa lokið við drykkin fór hann heim. Steini fór að heiman til að kaupa ritföng. Hann gekk út í sólskinnið ásamt 2 vinum sínum og hélt sólarmegin niður eftir götunni. Steini gekk inn í bókabúðina en það reyndist margt manninn. Hann rabbaði við kunningja sinn á meðan hann beið eftir afgreiðslu. Á leiðinu þangað mætti hann stúlku sem hann hafði verið kynntur fyrir kvöldið áður. Þau töluðu saman stutta stund og eftir samtalið hélt hann áfram í skólan. Hvaða álit hefur þú á Steina eftir að hafa heyrt lýsingun, eftir að hafa heyrt þessar 2 útgáfur á sögunni? Heldur þú að Steini sé kuldalegur eða heldur að hann sé vinalegur? Við skulum sjá hvað gerist. Þetta það sem flokkast undir álitsmyndun eða impression formation og frumhrifin sem eru primacy effect, það fyrsta sem við sjáum. Og þetta rannsókn sem var gerð árið 1957, hann heitir Lucini sem gerði hana, og hann vildi semst kanna hvort að viðkomandi væri vinalegur eða kuldalegur við fyrstu sýn. Hlutfall þeirra sem lýstu Steina sem félagslindum eða vinalegum var 78% þegar fyrri útgáfan var notuð, semst hópur 1, þar sem hann byrjar á því að labba sólarmegin og allt það. Hlutfalli fór niður í 18% þegar lýsingun var snúið við, hópur 2. Þegar hann labbaði skuggamegin og hann sá engan sem hann þekkti. Frumhrifin eru sem sagt fyrstu upplýsingar sem berast fólki virðast hafa mest áhrif á skoðun og heildarálit okkur á öðrum. Og það er þarna vídeó, síðasta vídeó þarna af þeim sem eru inn á innu, og þar verið að sýna það sem fólk er að taka viðtöl við 2 stúlkur sem að sækja vinnu og það er þessi fyrstu impression og það er svolítið athyglisvert að sjá hvað kemur út úr því. Þetta er bara örstutt og það er gaman að horfa á það. Önnur rannsókn var gerð af 1968 af Jones og fleirum og þar horfðu þátttakendur á raunverulega á fólk sem tók þá þátt í tilrauninni sem voru að svara krossaprófi. Helmingurinn svaraði fyrstu spurningunum rétt, hinn helmingurinn svaraði seinni 15 spurningunum rétt. Í öllum tilfellum voru 15 af 30 rétt svarað. Og þátttakendur áttu síðan að meta hæfni og skor viðtalsmannanna. Þau sem höfðu gert rétt svo snemma, þar var metið að 20,5 atriði væru rétt, en ef að réttu svörin voru seint, að þá voru það 12,5, en í öllum tilfelli var þetta 15. Þessi tilraun flokkast undir það að vera að við byrjum á því að leita í persónuskema því sem passar við fyrstu upplýsingarnar og við tökum ekki tillit til seinni upplýsingar ef það stangast á við það sem er ríkjandi í höfðun hjá okkur. Skynjun okkur á öðrum fer að stjórnast af þessum skemum og breytist því síður og við verðum ónæm fyrir nýjum upplýsingum. Þess vegna er rosalega mikilvægt að muna að gagnrýnin hugsun að dæma ekki út frá fáum upplýsingum. Það er gagnrýnin hugsun, bíða eftir við sem búin að heyra allt áður heldur en við förum að dæma.